90% líkur eru á því að dýrar opinberar framkvæmdir fari fram úr fjárhagsáætlunum samkvæmt rannsókn. Meginástæðan er sú að þingmennirnir sem ákveði að ráðast í framkvæmdirnar beri ekki ábyrgð á þeim, segir háskólakennari. Grímseyjarferja meðal þeirra opinberu verkefna sem reyndist mun dýrara en gert var ráð fyrir í upphafi. Fræðimenn við Háskólann í Reykjavík rannsaka hvernig koma megi í veg fyrir svona framúrkeyrslur. Þeir eru í samstarfi við norskan og pólskan háskóla, auk 2 hugbúnaða fyrirtæki og annað þeirra, Datamarket, íslenskt. Og útgangspunktur verkefnisins er sem sagt að lækka kostnað með því að rannsaka starfshætti og stjórnsýslu. Síðan er ætlunin að þróa hugbúnað og önnur verkfæri til að taka raunhæfar ákvarðanir. Þórður segir að mikla líkur séu á því opinbera framkvæmdir standist ekki kostnaðaráætlanir. Að við tökum allar opinbera framkvæmdir og smáar sem stórar, flóknar sem einfaldar, þá er það 70% líkur. Ef það eru stærri verkefni og flóknar umfangsmeiri, þá er það kannski 90% líkur af framúrkeyrslu. Þórður hefur tekið saman dæmi nokkur verkefni sem kostuðu mun meira en búist hafði verið við. Tónlistarhúsið Harpa kostaði 173% meira en áætlað var og Grímseyjarferja 167% meira. Þá kostaði íþróttastúka á Kópavogsvelli nærri 150% meira en áætlað var. Þjóðabókhlaðan reyndist tvöfalt dýrar en gert var ráð fyrir. Tengibygging við Kringluna sem hýsir Borgarbókasafnið kostaði rúmum 90% meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir og skrifstofur Alþingis tæpum 90% meira en upphafleg kostnaðaráætlun hljóðaði upp á. Og þeir sem að taka þessar upphaflegu ákvarðanir er ekki að hætta eigin fjármunum, heldur fyrst og fremst í þessu tilfelli fjármunum skattborgaranna og þetta er svona undirliggjandi ástæða þess að menn taka of mikla áhættu og vanmeta kostnað